langt frá sér. Hlynur á Aron Jó, geta Valsmenn sótt. Aðeins færri í vörn núna heldur en undanförnum sóknum. Tryggvi Hrafn með boltan út í vinstra megin, keyrir hérna á Birki Val og fer í skotið. Þetta er fyrsta mark leiksins. Tryggvi Hrafn Haraldsson, frábærlega tekið á honum. Við sjáum það þegar Valsmenn komast í smá svæði, smá pláss, þá hafa þeir svo marga menn til þess að koma upp með einhverju svona gullmoment. Tryggvi Hrafn fær þetta frábæra sendingu frá Aron Jó, kemur bara á ferðinni. Brynjar Snær ekki nægilega öflug hjálpsmenn. Tekur hlaupið þarna, frábært hlaup, góð sending, Adamægir út í teginn og það er 2-0, Aron Jóhannsson þakkar fyrir þessa sendingu, faðmar Adamægir þarna, þetta var ofboðslega einfalt fyrir Valsmenn. Vá, hvað þetta leit auðveldlega út, en það eru bara gæðin sem að búa í þessu valsliði sem að gera það að verkum að þetta lítur auðveldlega út. Tryggvi með skotið, þetta er inni! Nákvæmlega eins og við töluðum frábært skot hjá Tryggva Hrafni sem að gera sitt annað mark í þessum leik. Og þriðja mark Valsmanna. Þá er þetta mörgu leyti komið hjá Valsmönnum hér. Miðað við gang leiksins í það minnsta. 8. mark Tryggva Hrafns á leiktíðinni í bestudeild karla. Náum þetta aftur hérna. Engin spurning, setur hann yfir vegginn og hann dettur í. Þá er Patrik boltinn út í vinstri á Sigur Egil, lítur inn á teginn, með hann út á Adam með skot en í varnarmann og Patrik fær hann í sig þarna 4-0. Hvað er gerast inn í kórnum? Þetta var allt og auðvelt. Það hefði verið þjálfari HK þegar ég sá Patrik Pedersen tripplein á völlinn í hálfleik, hefði ég sennilega látið varnarmennina minna vita að þessi maður til að dekka henni í teig, en það gerði svo sannarlega ekki hana. Adamægir fær boltan aftur hana og reynir aftur skot, en Patrik er bara aðleitna hana og stýrir þessi í neti. Og heyrðir á hana boltan, þessi sending frá Aron Skrítin. Og að leysa þetta Valsmenn, Patrik. Hérna inn fyrir á Tryggva Hrafn, það er bara veisla hérna í boði fyrir Tryggva Hrafn. Nú verður hann að skora þrenna, nei, leggur hann til hægri og Patrik Pedersen skora sitt annað mark í þessum leik. Hvað Tryggva Hrafn er gjafmildur þarna, hefði getað tekið þrennuna, en hvað renn honum á félaga sinn, Patrik Pedersen, sem að setja hann í augnett. Ætling er þetta hjá Anders Baka. Lórulaus. Frábærlega gert hjá Tryggva Hrafni. Adamægir lætur boltann fara þarna sömuleiðis.